Já, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sendi frá sér í dag reglubundna skýrslu stöðuna á Íslandi og er ekki ánægð með ekki allt, ekki ánægð með ríkisútgjöldin og ekki ánægð með það að lágtekjufólkið sé ekki varið fyrir lífskjaraskerðingunni sem kemur þegar verðbólgan geisar. Ásgeir Brynjar Torfason er hingað mættur í gegnum eins konar fjarfundabúnað. Ásgeir, hvað er það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn finnur að íslenskri efnahagsstefnu? Já, það sem eru eiginlega svona merkilegu frétturnar úr þessu yfirliti, þetta er bara svona yfirlýsing sem að sendinefndin gefur frá sér núna þegar eru nýfarin, síðan verður gerð skýrsla Article 4 sem að fer fyrir stjórn sjóðsins. Þannig að þetta er svona, já, mjög áhugavert að sjá hvað kemur skýrt þarna fram áherslan á að það þurfi að gæta þess að ójöfnuðurinn, eins og við höfum nú nokkru sinnum rætt hérna á Rauðaborðinu. Eins og þú hefur marg sagt hér við Rauðaborðið í bráðum 3 ár. Já. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur verið að leggja áherslu á þetta alþjóðlega, að það verði að gæta þess að vöxturinn sé inngildandi, inclusive growth, þannig að hann skilji ekki eftir hluta samfélagsins. Og og það er beinlínis sagt þarna núna og það kom nú í fréttunum fyrst, svo var þetta aðeins mildað síðar í fréttunum í dag sem ég heyrði. En þetta er eiginlega merkilegasti punkturinn að þau eru að leggja áherslu á að það þurfi að gæta þess núna þegar að verðbólgan er komin og hún er orðin svona útbreidd og hún er mjög há hérna. Þetta er sko kurteislega orðað, maður verður að gæta því, þetta er á ensku og þetta er svona staðla orðalag, þetta er eins og yfirlýsingar peningastefnunefndar eða álitsgerðir fjármálaráða að það getur verið mjög lítill núans sem að felur í sér svolítið þung högg og það er í þessu áliti, fyrsti punkturinn, þetta með að það verði að gæta því að ójöfnuðurinn og þessi verðbólgukostnaðurinn að hann verði bættur hjá þeim sem verst standa og það sem að sjóðurinn er síðan að leggja áherslu á að það þurfa að draga úr ríkisútgjöldunum, að það valdi því ekki að þeir sem verst standa verði fyrir skerðingu. Það þurfa að gæta því að þeim sé bættur skaðinn. Þannig að þetta er algjörlega mikilvægt að Íslands stjórnvöld taki eftir þessum harðorður, leyfi ég mér að segja, ábendingum. En ég veit ekki, ég ætla ekki að kannski spyrja svona pólitík, en heldur að það breyti einhverju? Nú hefur þú sagt þetta í árum saman, verkalýðshreyfingin, sumir í stjórnarandstöðunni, fjölmargir verið að benda á það, heldur að ríkisstjórnin rökkvi allt einu upp af því Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir það? Er þetta ekki bara stefna stjórnvalda að gera þetta ekki? Það er nú oft hérlendis virðist mér þegar útlendingar segja hluti sem er búið að vera að tala um innanlands, þá getur það nú stundum haft meiri áhrif. Þetta er líka, hvað ég var að segja, þetta eru mjög alvarlegar ábendingar þegar það er sagt, maður þarf svona aðeins að afkóða það, en auðvitað eru jákvæðu fréttir og það er hægt að taka bara jákvæðu punktan úr þessu og segja hér er hávöxtur og hér er allt hérna, uppsveiflu en það er þeir segja að það eru áhættuþættir af vextinum sem geta, og sérstaklega verðbólgunni sem eru vaxandi og ójöfnuðurinn í ríkisrekstrinum og vaxtar útlitið er hagstætt íslensku efnahagslífi en því fylgir imbalances og ójöfnuður sem að vekja upp significant risks, alvarlega áhættu og það er hægt að ná mjúkri lendingu
en þá þarf að gera betur en gert í fjármálaáætluninni, segja þeir. Hallinn sko, sem var 1,7%, hann verður að minnka, segja þeir, og það verður að flýta því að fjármálareglurnar taki gildi. IMF segir aldrei að það ætti að hækka skatta. Það væri ekki bara að það sé of gróft fyrir þá eða þeir vilja ekki heldur, það of mikil afskipti af innanríkispólitík að vera að segja hvort það að gera. Þannig þegar þeir segja að þau eru aukið aðhald, þá getur það þýtt annarkvort að minnka útgjöldin eða hækka skattana. Það þýðir ekki endilega að þeir segja hafna skattahækkunum, heldur þetta bara orðalagi sem notað. Já, og þeir segja að það þarf að gæta, það þarf að stýra vel skulda og eignahliðinni. Þeir segja þar að einkavæðingin á eftirstandandi hluta ríkisins í Íslandsmála geti hjálpa til við að bæta stöðu ríkissjóðs, en henni verður að vera lokið á þann hátt að hún taki tillit til og virði mikilvægi þess að það séu vandað eignarhald á bankanum. Ég meina þetta eins harðorð gagnrýni á fúskinu og fíaskóinu sem að umboðsmaður Alþingis nú enn að vinda ofan á varðandi fjármálaráðuneytið. Þannig að það sko, við getum sagt sem svo, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og umboðsmaður Alþingis eru saman í því að sko, finna að því hversu alvarlega illa staðið af málum úr fjármálaráðuneytinu varðandi þetta. Og það varðandi sölun á Íslandsbanka, það varðandi hallan á ríkissjóði og að sker ekki niður eða hækka skatta til þess að stoppa upp í það, og það til þess að verja ekki lágtekjufólk og skuldugt fyrir verðbólgunni. Þetta eru 3 gagnrýnispunktarnir sem eru alvarlegastir, eða hvað? Þetta meira til? Og svo segja þeir, sko, þetta lítur vel út, og það væntanlega hægt að ná því að draga úr eftirspurninni með þessum hækkuðu stýrivöxtunum sem eiga að reyna að keyra hagkerfið í ekki samdrátt en minni vöxt. En sko, hagvöxturinn á yfirstandandi ári áætlaður í kringum 3% á meðan að verðbólgan sögð minnka lítillega niður í 7%. Ég meina, þetta náttúrulega sko, líka svona kurteislega orðað. Það allt og lítið verið að draga úr verðbólgunni hérna. Þú veist, þetta svona kurteisis enska, skilur. Það mjög beitt gagnrýni í að segja þetta svona, og síðan þetta góða efnahagslega útlit vegna meðbyrsins sem vegna uppsveiflunar og ferðaþjónustunnar. En það getur breyst, og þeir meiri sig að fara síðan inn á sko, þeir segja samt sem áður að þá mjög mikil óvissa, og Seðlabankinn ætti að vera tilbúinn að endurmeta hversu mikið vaxtahækkunin þarf að vera ef að það koma áföll sem að breyta verðbólguútlitinu. Þannig að þú veist, þetta þeir byggja náttúrulega á gögnum, og þeir með mjög vandaða gagnagreiningu út frá sínum líkunum. En eru þeir ekki að vísa þarna bara í það að erlendis fólk farið að horfa til þess að hætta sig á að sé verið að keyra hagkerfið niður í kreppu, og menn verið að meta það í staðinn fyrir að hækka vexti, að þá eigi kannski að reikna með því að svona ýmis áföll eins og bankakreppan í Bandaríkjunum eitthvað slíkt geti dregið úr vexti hagkerfisins. Já, og þeir tala það, að það sé óstöðuleiki á fjármálamörkuðum, og þeir segja hér, þeir með gagnrýni á fjármálaeftirlitshlutann í Seðlabankanum líka, að sko þó að hún sé svona broadly á svona víðu sviði nægjanleg, að þá
verður að bæta eftirliti með lífeyrissjóðum og síðan benda líka á hættuna af atvinnuhúsnæðinu. Þannig að þeir eru með puttan á öllum helstu áhættuþáttunum og þetta er nefnilega þannig líka í skýrsla að þeir þurfa að punkta þarna niður þar sem eru hættur og gæti fara illa, svo kannski reddast hlutirnir en kannski reddast þeir ekki og þá er hægt að segja, já, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn benti nú á að þetta þyrfti að bæta. Þeir vísa í grænbókun lífeyriskerfið sem þurfa en þeim er þá sagt náttúrulega þegar sendinefndin kemur. Við erum, já, það er búið að skipa 3. hópinn sem á að gera grænbókun lífeyriskerfið. Ég held að sé búið að vera öll ár þessar ríkisstjórnar, fyrra kjörtímabili og seinna, að eiga að gera eitthvað varðandi lífeyrissjóða en það kemur aldrei. Og það er ekki nægjanlegt eftirlit með því frá fjármálaeftirlitsins hálfu í Seðlabankanum, samkvæmt því sem þeir segja. Við höfum nú ekki fjallað ítarlega lífeyrissjóðakerfið hérna og ættum kannski að standa okkur betur. En við getum sagt við að flest það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að benda á hefur verið bent á hér við rauðaborðið áður. Og eiginlega hægt að líta á þessi staðfestingu þeirra efnaðsumræðu sem er framfyrir fyrir hér. Já, ég held að það sé bara alveg óhætt að segja það, svona við endurreist rauðaborð sem er eins og á tímum faraldurs. Þú afsakar það að við erum hérna með halva myndavél og eitt brotinn síma að reyna að halda út í sjónvarpsdagskrá. En þannig byrjuðum við í upphafi og vonandi tekst okkur að reisa þetta við. En það var eitt atriði, ég heyrði viðtal við svona skipstjóran í sendinefndinni í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins og þar var hann að hæla íslenska vinnumarkaðsmódelinu og benti á að því hefði tekist að verja jöfnuð á Íslandi betur en líklega þá vinnumarkaðsmódel í öðru löndum. Þetta gengur líka þvert á svona hugmyndir ríkisstjórnar og Seðlabankarins sem að það að vinnumarkaðsmódelið sé eitthvað megin í íslensku samfélagi. Já, ég túlka þetta sem svo hann hefur verið að vísa í lífskjarasamningarna þarna. Það sem að var í raun og veru leiðrétt skattskriðið að hluta til. Þannig að með þeim samningum var tryggt að þeir sem væru, þetta var fyrir verðbólgunni náttúrulega og svo eru þeir núna að benda á, Ísland kom vel út úr COVID, þetta er náttúrulega gert svona fyrir fjölda landa, Ísland kom vel út úr COVID, það varð ekki ójöfnuður í heimsfaraldrinum hér, það náðist síðan að endurræsa hagkerfið, þökk sé ferðamanniðna og innlendri eftirspurn vegna þess að fólk fór að eyða sparnaðinum. En síðan við stríðið að þá kemur verðbólgan allan heim og hér er hún sko að dreifast ekki að lækka eins mikið og í samanburðarlöndunum okkar. Þeir get ekki sagt hún er ekki að lækka nóg mikið en modestly hún er að minnka allt og lítið og hún er ennþá 7% hérna. Þetta er náttúrulega gagnrýnipunktar í því, sérstaklega maður ber saman við löndin sem við berum okkur saman við. Og þess vegna er þetta aðalpunkturinn hjá þeim, að það verður að gæta því, þó það þurfa að ná að loka gatinu á halla ríkissjóði, þá verður að gæta því að það kom ekki niður á þeim sem er að fara verst út úr verðbólgunni og þetta á algjörlega eftir að sjá hvernig á að gera. Og svo var einn lokapunktur hjá þeim sem að var mér fannst líka mjög merkilegur, sko, að ætli Ísland sér að ná sínum metnaðarfullu markmiðum í loftslagsmálum, að þá verður að gera viðbótar, það sem þeir kalla policy effort, það verður að gera alvarlega stefnubreytingu í því hvernig málum er háttað. Skiljanlega því að núverandi stefna er ekki að skila neinum árangri, þannig að það er lurt að gera kröfur og þá sé stefnunni breyta verið klikka fólk sem héldi áfram óbreytti stefnu en reiknaði með eitthvað skyndilegri allt annar útkomu. Já, og þannig eru þeir bara að benda á staðreyndir og þú veist, útblásturinn er ekki að minnka og þó að sé búið að setja eitthvað fín markmið og uppfærslan á aðgerðaáætluninni, þar verður að koma hvernig á að ná þessu til að við verðum lág kolefnis hagkerfi og sko og þeir nefna meira síðan samningin við Evrópusambandið líka í þessu, þú veist, þetta gæti haft
sko áhrif á ferðaþjónustuna að segja, en þeir eru náttúrulega líka að segja, þeir eru óbeint að segja þannig, hvernig ætlaði að gera það og hvað er það að segja? Þú veist, þið getið, það er ekki hægt að vera alltaf að setja sér rosalega fín markmið og ætla síðan að fá bara undan þá og ætla að ná þeim, eins og við gerðum í Kyoto eða telja 3 sinnum fram að við hefum byggt hitaveitu fyrir 100 árum og þess vegna séum við, sko, heimurinn er bara búinn að hreyfast svo rosalega frontinum síðastliðin örfá ár, þannig að hér erum við að verða bara langt á eftir og já, þeir skoða náttúrulega stefnumörkuna sem við setja sér og svo skoða þeir hvernig gengur að fylgja eftir. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að svona ytri sýn eins og aðhaldi frá fjármálaráði og loftslagsráði eiga að vera að veita. En hér einhvern veginn innanlands virðist að voða loft nást bara í einhverjum svona almannatengsla fulltrúa snúningum. En það gengur ekki lengur, það er ekki hægt, sko. Það er ljóst að Bjarni var ekki að dúksa í dag að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og það láti alltaf þannig þegar hann talar um efnahagsmál eins og Ísland sé beri af öðru þjóðum. Líklega er þetta lág einkunn, kannski var hann bara að fá D, þannig auglýsir Sjálfstæðisflokkur sér núna, þannig að hættur að nota fólkan í kynningarefni, heldur er bara eitt stórt D, kannski stendur það bara fyrir einkunna D sem eru falleinkunn. Já, mér finnst þetta svona, ég hef lesið þetta núna undanfarnar 6 ár svona reglulega, sko, mér finnst þetta ansi hörð gagnrýni sem kemur þarna fram. Það var spennandi að sjá skýrsluna þegar hvað stjórnin gerir, hvort hún herði á þessu eða mildi þetta. Og vonandi vaknar ríkisstjórnin og Seðlabankinn því að við getum ekki lifað við óbreytta efnahagsstefnu. Kæra þakkir Ásgeir Brynjar fyrir að taka upp símann. Við höldum áfram að hringja og nú ætlum við að hringja niður í Ráðhús eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.